Listaverk í lífríkinu í boði Kanon. Ég fæ reglulega mjög skemmtileg símtöl eða skilaboð frá fólki sem vill benda mér á eitthvað sérstakt og áhugavert í náttúrunni. Stundum það til að benda á fagran stað til að mynda, en oftar að fólk að láta mig vita einhverja áhugaverðu í dýraríkinu. Eins og til dæmis refum, selum eða hvölum, eða sjaldgæfum fuglum eða athyglisverðri hegðun fugla. Ég fékk mjög skemmtilegt símtal í vikunni frá konu sem lét mig vita af fálka. Fálkinn var að éta bráð hér í Eyjafirðinum. Ég stökk af stað með myndavélina og þegar ég kom að staðnum sá ég að fálkinn var enn að gæða sér á dílaskarfi. Ég gæti þess að trufla ekki dýr mikið þegar þau eru að éta, sérstaklega á veturna. Ég tók því dágóða stund í að nálgast fálkann hægt og rólega og fylgjast með viðbrögðum hans, hvort hann sýndi merki stress. Ég með mjög stóra aðdráttarlinsu, svo ég talsvert frá fuglinu þótt að líti út fyrir að ég sé alveg ofan í honum. Fálkinn var hinn rólegasti á meðan ég myndaði hann, en ég vakti greinilega athygli þar sem ég var að mynda og þegar annar bíll mætti á svæðið, þá færði fálkinn sig upp á staur í nágrenninu. Í myndbandinu má sjá fuglinn ókyrrast og það vegna þess að smyrill flaug þarna yfir fálkann og steypti sig niður að honum. Smyrillinn vildi greinilega komast í æti líka en fálkinn hélt honum frá. Ég afar þakklátur fyrir að fólk skuli hugsa til mín þegar það sér eitthvað skemmtilegt myndefni.